Já, velkomin á Rauða borðinu á Samstöðinni. Klukkan 8, þá var það fréttir. Sigurjón Magnús og María Lilja eru hérna hjá mér. Já, við skulum bara byrja á Palestínu. Já, byrjum hérna á Al Jazeera sem segir frá því að þessi Global Summit flotilla eða frelsisflotin sem að siglir á mót Gaza, þau sögðu frá því í nótt og í gærkvöld að þau sætu árásum, drónárásum og það var sprautað á þau og ykkur sulli og síðan voru sprengdar ykkur kveldsprengjur. Sameinuðu þjóðirnar þær hafa fordæmt árásirnar og þessa frelsisflotan sem er á leið með 100 sjálfboðaliða innbors og Greta Thunberg þar á meðal og þau eru á leiðin til Gaza með vistir. Ísrael hafa náttúrulega reynt að halda því fram svona síðustu daga að þetta séu vistir ætlar Hamas-liðum og hafa krafist þessa flotin leggi í land við Askalot til affermingar en skipverjarnir sem ætla ekki að verða við þessum kröfum Ísraels hers þau sem sagt tóku að birta myndbönd að þessu í gærkvöldi og þetta eru svona ýmiss konar árásir, þetta eru kveldsprengjur og eins og ég sagði þetta gums sem sprautað á þau og svo hafa þeir tekið yfir öll fjarskipti borð í þessu eða allavega fjölda fleyjana meðal annars með því að spila endalaust ABBA. Við sjáum hérna myndband skipverjans Greg Stoker. Yeah, so that was ABBA. ABBA's from Sweden. Obviously, their weird obsession with Greta Thunberg being on the flotilla may have something to do with it, but we're probably going to be expecting this every night going forward, to just break everyone down psychologically. Já, þetta sem sagt Greg Stoker er mjög þekktur á samskiptamiðlum og þarna borð í fleyinu. Greg herrkensku sérfræðingur bandaríska hersins fyrrum. Hann starfaði meðal hans í Afganistan og Írak en hefur svona snúið baki við herinn og er hans helsti gagnrýnandi og uppljóstar reiðulega hinni ýmsu brot og stríðsglæpi Bandaríkjamanna og Ísraela. Hann er svona mjög svona taktískur og Það er ekki þá skilgreint til stríðsglæpur að spila ABBA. Nei, það er víst. En kannski en eins og hann sagði í myndbandinu þá er þetta sálfræði hernaður líklega vegna þess að Greta Thunberg er borð hann ásamt fleirum borð óskuðu eftir því að alþjóðasamfélagið myndi bregðast við áður en illa færi og skipunum verið sögt og ítölsk stjórnvöld voru frekar snögg að bregðast við þessari árás en strax snemma í morgun við fáum kannski mynd hérna. Hvað er þetta að segja? Kvöldpósturinn? Einmitt. Já, þau voru snögg að bregðast við, sendu freigátu til að verja frelsisflotan og ætla að fylgjast með því að alþjóðalög séu virt og voru mjög harðorð. Ítalarnir hafa verið mjög framilega núna bara síðustu vikur í aðgerðum fyrir fólki á Gaza meðal annars með að leggja niður störf og verkalýðshreyfingin þar í landi stóð fyrir alveg stórum og miklum mótmælum víða. Í fyrra gær. Akkurat. Við vorum að ræða í gær að það veri árásir inn á Vesturbakkann og Ísraelsmenn ætlaðu að taka hann yfir. Akkurat. Hér er frétt það. Akkurat og þetta liggur nú eiginlega bara ljóst fyrir og hefur auðvitað gert svona frekar lengi samkvæmt bara þeirra eigin yfirlýsingum. Íransherinn og stjórnvöld Netanyahu þeir ætla að fara í frekar í landþjófnað með tilhærandi blóðsúthellingum á Vesturbakkanum. Við erum með kort af Vesturbakkanum sem það sem kannski sést mynd, það er eiginlega hugmyndin hjá Ísraelsmönnum er að kljúfa eiginlega Vesturbakkann, þannig hann verði aldrei nothæfur sem hluti af einhverju palestínsku ríki. Akkurat. Þið sjáið að
hugmyndin sérst að kljúfa hann að Ísrael nái alveg að landamærum Jórdaníu. Og það hefur ekki verið mikið fjallað það sem að eiga sér stað á Vesturbakkanum en þeir hafa heldur betur verið að gefa í núna bara síðasta ár. Fólk hefur svona verið að aðalega fylgjast með Gaza en það auðvitað endalaust ofbeldi á Vesturbakkanum líka. Og í morgun kom það í ljós að hann hefur fyrirskipað að öllum leiðum frá Vesturbakkanum og að Jenin verði lokað með hervaldi en þetta sem sagt eina útgönguleið og tenging íbúana við alveg í gegnum þennan flugvöll og íbúa Vesturbakkans sem eru 3 milljónir og búa við linnulaust ofbeldi og öryggi. Akkurat. Það sem eru 700.000 landnemar sem eru þarna, sem eru þarna og þeir beita palestínumenn mikilli grimmd og fyrirlitningu og menn upplifa það að þeir séu linnulausi lífshættu. Og það var svo sem fréttir af því, þeir réðust á Já, og réðust þarna að borginni Beita. Þetta sem sagt, það bara eykst ofbeldið. Það hefur verið sagt frá því í dag að meðal annars réðust á borgarstjóran í Beita. Beita 200.000 manna borg. Hún sunnan við Nablus. Og þetta svona þetta mikið ræktarland fyrir ólífur og það eru gerðar svona lúxusvörur, sópur og ilmkjarnaoljur og svona alls konar lúxusvara og í myndbandi má sjá eftirleikinni mitt þegar það var ráðist á borgarstjórann Mahmoud Barhan. Þannig eiginlega múur sem ræðst á hann. Já. En hann lifði af auk og ónefnds embættismann sem var með honum í bílnum en mér finnst svo gott dæmi svona sinnuleysi Vesturlanda gagnvart palestínufólki að þetta hafi ekki farið hærra ef við getum bara ímyndað okkur að ef borgarstjórinn í einhverju annarri 200.000 manna borg myndi verða fyrir svona ofbeldi. Borgin einmitt fræg fyrir svona hvað síðast í heimsfréttir þegar að Aysenur Exi Eigi sem var bandarísk-tyrkneskur sjálfboðaliði og var þarna myndir af sem við erum með og hún var skotin til bana af innrásarhernum en hún var að verja heimafólkið fyrir ágangi í Ísraela eins og mörg sjálfboðaliða samtök þarna á svæðinu gera. En og svo að því að ég myndist einmitt á landtökufólkið einstaklega ógeðfellt fólk sem að svona til og segja aðri manneskjur eru þetta Guðs útvalinn og svífast einskis í að ná undir sig heimkynnum og kennileitum og landsvæðum Palestínumanna. Þau brutu sér leiðin og afgirt svæði við Al-Aqsa moskuna í Jerúsalem í dag og Al-Aqsa ein svona 3 helgustu tilbeiðslustaða múslima í veröldinni og þau sem að þekkja eitthvað til múslima vita bara hversu mikilvæg þessi moska og þeir fara svona í flokkum og viðvera þeirra þeir vita nákvæmlega hvað þeir að gera þeir eru að skapa ílindi. Landtökufólki það réðist inn undir því yfirskina fagna nýjárunu gyðinga sem heitir Rosh Hashanah. Við munum eftir svona göngum til dæmis mótmælenda í gegnum hverfi katólika á Norður-Írlandi til þess að ögra. Þetta svona gerðir. Og þau vita það að þeir eru vendaðir af lögreglunni. Þannig ef að einhver palestínumaður stuggar við þeim að þá eru viðkomandi líklega bara skotin. Akkurat. Herðu, en palestínumenn héldu sína ræðu í svona hliðarfundi sem var á Sameinuðu þjóðunum. Og það vildi svo til að okkar kona, hún hélt ræðu strax á eftir og hún hélt hana gráti nær, segir hér í frétt á Vísi, þetta nú frétt sem var víða. Ég veit ekki hvort að þið viljið sjá svona upp af við ræðinni hjá Þorgerði Katrínu, ekki bara að sjá það. Það er svolítið tilkomið mikið. Endured inhuman treatment and harmful conditions Palestinian children which we have been witnessing here have suffered over the past 2 years. Their physical and psychological well-being continues to be violated at an unacceptable scale. Palestinian children have the right to be protected
underline that, under international humanitarian law and human rights law. When these obligations are breached, it is our collective duty, especially as state parties to the Geneva Convention and Convention of the Rights of the Child, to demand accountability and respect for the law. And I say otherwise, and it's pretty fair to say that we, the international system, if we are not doing that, we are failing. We are failing heavily. Já, þetta var utanríkisráðherrann okkar að tala. Það vildi svo til að hún kom strax á eftir vitnisburði Palestínumanna. Hefur ánað með okkur konu þarna? Já, veistu það, mér fannst bara svolítið gott að sjá hana svona svolítið mannlega og hérna. Og mér þótti að ég fekk einhverju svona nýja von í hjartaðum að hún væri raunverulega í þessu heilindum og hérna ég vona bara að hún eigi eftir að beita harðari aðgerðum hér á landi. Ég meina það eru ýmislegt sem að Ísland getur gert. Og ýmislegt sem bendir til þess að ríkisstjórnin með þetta í mótun. Það ég bendi á að eftir mótmælin sem voru þarna á laugardeginum að þá komu hún með yfirlýsingu það að Íslendingar myndu setja inn sérstaklega greinagerð í máli Suður-Afríku gegn Ísrael út af þjóðamorðinu í janúar, síðan komum við með tilkynningu að það kæmi í ljós í október hvort að Íslendingar eru með kærendur sem svona sterkari leikur og verður mjög sterkt af eitthvað að Vesturlöndum myndi gera það sem að því miður hefur ekki verið raunin. En þetta var tilfinningaþrungið hjá henni. Já. Herðu, en á sama tíma í litla Íslandi að þá Inga Sæland eini ráðherrann á landinu, það svo gott sem bæði Kristrún og Þorgerður Katrín eru. Þarna nú reyndar að svara fyrir sinn eigin málaflokk. Þetta mál sem við höfum svolítið verið að ræða hér veikast stöðu sérstaklega barna með geðraskannir og fíknivanda og það sem allt kerfið eiginlega í mólum og hún segir þarna að kerfið sé að bregðast mörgum. Já, ég held að við séum öll sammála það en nú höfum við fengið bara svo margar svona fréttir í svo langan tíma og maður býður alltaf eftir því að það verði eitthvað að gert en svo bara einhvern veginn verðist kerfið vera svo óbærslega, ég veit ekki. En ef ekki samt, það verið að klára hérna húsið í Gunnarsholti. Það er alveg óboðlegt að eftir að stuðlar voru lokaðir, að það eiginlega ekkert sem kemur í staðinn og þetta, fólk ekkert að lýsa einhverju sem var að gera þetta í gær og fyrir þetta sem segja þess að sögur. Þetta er að lýsa þessu yfir í margra ára tímabil þar sem að eiginlega veik og léleg þjónusta við þennan hóp. Og þetta var eitt af kosningalofurðum Viðreisnar og ég held að Viðreisnar fengi töluvert að atkvæðum út á þetta vegna þess að fólk veit að þetta er vandamál sem þarf að taka á. En Inga Sæland tók áskorun í kvöldfréttum Stöð 2. Þá var talað við Harald Þorleifsson, kallar hann í Rampur, landsþekktur maður. Hann var að benda á að það er langur biðlisti eftir NPA þjónustu sem er persónuleg notendastýrð þjónusta fyrir þá sem að þurfa á henni að halda. Það er fólki gefst tækifæri á að ráða sjálft sitt aðstofafólk þannig að það geti lifað sem eðlilegustu lífi og Halli er einn af þessu sem er á listanum. Ég held að sem ekki að krefist þess að hann fá þetta. Hann er ekki athygli á öllum þessum fjölda sem er að hann svona bara kemur fram og talar þetta. Og þetta er eitt af þessu svona ólistu verkefnum sem að ríkisstjórnin stendur fram yfir. Og hann sagði ykkur núna að aðstandendur þessa fólks, það verður bara öryrkja líka að standa í að þurfa að sinna. Og það er einmitt eins og kemur fram í skýrslu sem kemur út á dögunum í tilefni þess að tryggingakerfinu var breytt. Að konur oft í miklu meiri hluta sem eru þetta komnar úr barneign en ekki kannski beint af vinnumarkaði. Þær eru í hrönnum einhvern veginn að þessi Sigurjón var að tala að það er álagi sem er á aðstandendur til þess langveikra barna sem að svo náttúrulega fullorðnast það fólk að það eru einmitt mörg dæmi að þeir aðstandendur enda sem öryrkjar einmitt út af álaginu og það er hryllilegt að hlusta á það sögur hvernig fólk þarf að berjast fyrir eiginlega öllu. Það er sama að fá hjólastól sem eru við hæfi, að fá lyftu í baði til þess að baða viðkomandi þegar hann er orðinn stálpaðri. Þetta er bara skuttl út í búð. Það eru alveg ótrúlegustu hlutir. En tengist að því við nefndum stuðlað frétt frá RÚV. Það er Já,
Þannig sem sagt... Þannig rannsóknarmáli í gangi og umboðsmaður barna hefur kvartað því að það gangi hægt. Já, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hún segir það að lögreglan hafi ekkert leitað eftir upplýsingum eða gögnum frá því að sko hvenær var þetta í febrúar ekki sem var kveikt á Stöðlum. Já, líklega, ég veit ekki. Já, og þetta sem sagt, hús ekki tilbúið enn og ekki búið að rannsaka hvað gerðist. Það einhverju 3 sem setið grunn og þetta þetta ömurlegt sko vegna þess að það bráðvantar að drífa þetta áfram sko. Það bara bráðvantar eins og þú nefndir áðan. Þetta bara skelfilegt ástand. Já. Ég tók eina frétt úr Morgunblaðinu sem að kannski þessi málaflokkur, það eru færri sem að sækja í gistiskýlin. Það eilítið færri sem þannig það svona einhverju hluta vegna þá minni ásókn í það. En Morgunblaðið hefur svo mikinn áhuga, þú stundum að spyrja hvort við höfum ekki að fjalla sveitarstjórnarkosningarnar. Morgunblaðið auðvitað búið að stilla sig inn og það eru mjög mikla fréttir af sveitarstjórnarstiginu sem þeir eru með og hafa unnið þessa frétt. Þetta nú frekar jákvæð frétt fyrir borgarstjórnarmeirihlutann. En þetta var í morgunum. Og frétt af RÚV, það að það ennþá framlengt gæsluvarðhaldi við mannin sem grunaður að hafa brotið gegn barni. Já, og leikskóla. Þetta eru og það ennþá hefur ekki það ekki komið á hreint hvort hann hefur brotið gegn fleiri en einu barni en það í skoðun hjá lögreglu. Það sem að mér þótti mjög athyglisvert í þessu samhengi það var annað kynferðisbrot á dögunum. Það sem að maður sem í opinberri þjónustu við börn gripinn við nauðgun bara inn í Hafnarfirði í heimahúsi á ungum dreng og þetta er ekkert svo ólík mál, þetta eru tveir aðilar sem að vinna með börnum og einhvern veginn við eigum að geta treyst þeim fyrir þeim. Sérstaklega þau rökin sem eru notuð og dregin handa fram í fyrirsögninni að það myndi valda hneykslan ef starfsmaður fengi að ganga laus. En það vakti hneykslan að þessi maður sem þú ert að tala hann gengur laus. Hann gengur laus. Ef það er ykkur ákvörðun gæsluvarðhald eða ekki, hvort þessi hneykslan almennings, þá gildi það báða. Það hlýtur að vera, þetta er alveg ótrúlegur munur á tveimur málum. Já, það er það. Það er það, alveg bara mjög. Sigurður, þú skrifaði frétt á Samstöðina að verði alltaf 30% herra í Færeyjum á makríl heldur en á Íslandi. Já, þetta nafni minn Þórðarsson, formaður atvinnuveganefndar, hann skrifaði, en talaði þetta í þinginu og ég vann frétt upp úr því og enn og aftur kemur það fram hvað Færeyingar geta borgað mikið meira heldur en Íslendingar fyrir sama fiskinn, samskonar fisk, vittur á sama stað og álíka langt að sigla menn í báðar áttir til Færeyja og til Íslands. En það er bara 300% af verðmunur og þannig við höfum svo oft fjallað um þetta og þetta eru allir sem tala. Það var meðal annars fjallað um þetta núna í vikunni í sjávarútvegsspjallinu sem hérna á Rauðaborðið. Það fóru þeir mjög grúndið yfir þetta sem bara linnulaust svindl á sjómönnum en sem líka svindl á sveitarfélögum. Það er hafnargjöld og fleira með þessu aflaverðmæti og svo náttúrulega þetta svik skatti þar sem að sjómennir borga minna í skatt og þar heldur gutunum. Þannig ég vek athygli á sjávarútvegsspjallinu sem var núna í vikunni. Það gengur vel í... Það gerir þetta Maró-félagar. Það gerir þetta Maró-félagar. Hann kom formaður velstjórafélagsins, Guðmundur Helgi Thorhansson. Það gengur vel í sjávarútvegi. Allavega nógu vel fyrir Brim til þess að kaupa lýsi á 30 milljarða. Það reyndar þeir sem áttu þetta er hún Kristín, eða ekki? Pálsdóttir? Jú, Pétursdóttir, eða ekki? Pétursdóttir, ekki? Þau fá 30 milljarða, 15 milljarða í penningum, en 15 milljarða borgað í hlutabréfi í Brim, þannig að gefin út hlutabréf. Svo reyndar þetta 5 milljarðar í skuldir sem að Brim tekur þá, þannig að það er svona 10 milljónir sem það fá 10 milljarðar sem að fjölskylda fær.
En hann segir náttúrulega að það sé bara verulega mikill markaður fyrir þessa vörur og ég hef búin að sjá það í dag, það er fleiri sem takk undir það. Þetta er svona... Já, þú veit kostur þetta sem hann segir eitthvað þá, hann alltaf þessi liður í því að færa sig eftir virðiskeðjunni sem hefur nú verið gagnrýni á stórútgerðina, þeir eiga fiskinn syndandi í sjónum og alveg þangað til að það er eiginlega búið að kúkonum, einhvers þar í útlöndum. Það vilja eiga hann allan leiðina, þannig að við svolítið svona þegar þeir eru að tala að eiga alla virðiskeðjuna, svolítið fyndið. Þetta er svona, þetta er tískuvera. Já, herðu, það er frétt hérna á heimildinni, það var líka hérna hjá okkur á samstöðunni að forsætisráðuneytið er að skoða mál seðlabankastjóra. Við höfum fjallað aðeins þetta, meðal annars bent á það að það er eiginlega hvergi fjallað þetta í svona fjölmiðlum nema á heimildinu og við höfum aðeins verið með þetta. Það er semst málið er að hérna Ásgeir seðlabankastjóri, að seðlabankin hefur eftirlit með sjóðum sem að unnusta hans meðal annars heldur utanum og það var fundið af þessu og þá var gerð einhver innanhúsrannsókn inn í seðlabankanum hvort að þetta var í lagi, hvort að hann mætti þetta og það þóttu mönnu vera lægilega vitleysa. Þannig að nú er þetta, það er alveg litið það alvarlega á þetta í ráðuneytinu þótt að aðri fjölmiðlar hafi svo sem ekki verið að segja þessar fréttir að þetta er komið til meðferðar þar. Þetta er svolítið stórt mál og ef að skrítið aðri fjölmiðlar bara þegi yfir þessu. Já, ég er sammála því, en það kannski gerist eitthvað núna, ef það kemur tilkynning frá forsætisráðuneytinu, þá segja fjölmiðlarnir, það er oft þannig að menn bíða til að vera svona, sé eitthvað svona til einhverja meðferðar hjá einhverjum opinberum aðala, að þá hætti hlutin að vera einkamál, en þetta var náttúrulega búið að vera til meðferðar inn í seðlabankanum sem er náttúrulega bara stjórnsýslustofnun, þannig að það var löngu búið að gerast, þannig að það er ekki þetta félags á baki það. Herðu, jafnlaunavottun sem var eitt að oft tekið sem dæmi afrek viðreisnar á skamlífri ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Það voru það með félagsmálaráðuneytið og þá hét það meira félags- og jafnréttisráðuneyti. Og þá var jafnlaunavottunin sett og þetta var talið afrek. En núna kemur sami flokkur og leggur það af. Já, þetta er merkilegt fyrir þess að gera að nú Diljá Mist hefur farið mikinn og fyrir þessu frumvarpi oftar en einsunni. Það hefur verið svona hugmyndarlega á móti jafnlaunavottunni en síðan hefur komið ljós við rannsóknir að þetta hefur eiginlega gagnast ekki neitt. Þetta bætir ekki ástandi neitt en er náttúrulega töluvert umstang að fylla út alls konar að þetta ekki svipað og lenda í fjölmiðlanefnd. Við erum alltaf að svara fjölmiðlanefnd. En er ekki rétt skilið hjá mér að stærri fyrirtæki eiga samt að skila inn launum, hvað borgið laun og þannig að sjá hvort það sé munur á launum karla og kvenna. Það er ekki sem sagt lengur. Það er ekki gefið út svona vottun. Nei, já. Herðu, það er FF7 sem er fréttamiðill, áskriftarmiðill á netinu sem við vitnum stundum í. Það var viðtal við Hönnu Katrínu Friðriksson. Já, atvinnuvegaráðherra. Og viðtalið snýst svolítið þetta sem sagt að hversu ferðaþjónustan hefur einhvern veginn verið í óvissu ástandi lengi. Óvissu hvernig þá? Nei, utanumhaldið bara. Það er enga reglur sem hafa verið settar. Það er alltaf verið að boða skattlagningu og hlera en það er ekki. Já, og eins þetta með bílastæða frumskói sem er að verða hana, það þarf að taka á þessu og hún ætlar að gera það. Ég man þegar Þórdís Kolbrún var ferðamálaráðherra, hún var alltaf að boða eitthvað komugjöld eða nátt. Það gerðist aldrei neitt. Ragnheiður Elín byrjaði á þessum með komugjöldin og náttúrupassan. Það eru í alls konar hugmyndir. Það er aldrei orðin eitt af þessu. Og núna er þá Hanna Katrín að segja að hún ætla að gera eitthvað. Helst upp á þennan lista sem við erum með sem ríkisstjórnin segir það ætla að gera það þarf að gera. Þannig er hún aðeins langur. Já, ég veit það. En hún er líkleg til þess, er það ekki? Er hún ekki í því stuði í sínu ráðuneyti? Það er bara eins og stundum er að þá óskar maður öllum góðs þegar leggja stað og með fárum fyrirheitum en reynsla okkar sem svona landsmanna er að það eru margir stjórnmálamenn undan henni boðað þetta alveg með sömu ákveðina nú er tíminn hafa byrjað að segja það bara 2013. Þegar þú segir þetta þá náttúrulega rifjast upp það sem Davíð Oddsson sagði að sumir ráðherra að verða fljótt húsvanir að þá sem embættismennirnir svo sterkir þeir
mótaráðverðan. Já. Herðu, ég hérna með fyrirsögn úr Manchester Evening News, við erum ekki haft að henga til þetta. Raunverulega þetta bara frá Sky News. Það var tekið viðtal við Sadiq Khan, meðal annars út af ræðu Trump á allsherjarþinginu, þar sem hann talaði ástandið í London. Og hann þetta ekki fyrsta skipti sem ræðist á hann borgarstjóra sem hefur þrisvar verið kjörinn og mun sitja öll óbreyttu til 2031. Hann var kosið fyrst af 5 ára tímabilana. Hann var kosið fyrst 2016 með miklu meirihluta. Hann var reyndar náði ekki alveg meirihluta síðast en vinsælustu stjórnmálamönnum Bretlands. En Trump einhvern veginn með hann á heilanum. Það hann múslimi og hann lýsir því yfir að en það sem að borgarstjórinn gerir, hann segir sem að ég velti fyrir mig hvort að fleiri fari ekki að segja eftir þess að ræðu í Sameinuðu þjóðunum. Hann segir bara að, ég meina það bara ljóst að Donald Trump rasisti, hann karlremba, hann íslamofóbískur. Og þar fyrir með þetta guðunum. Og þú veist, okkur ekki bara segja það sem það því að það sem að vellur upp ég með myndband það sem að þessi kafli úr ræðunni sem að Trump að flytja. Alveg skelfilegt. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. Þetta alveg gegndarlegt rugl, Hann haldaði fram að maðurinn hafi sett sharia-lög í London. Einu sinni sagði Trump-reyndar að þetta heitu Shakira-lögin, það ekki einhver söngkona sem heitir Shakira. Það ruglaði því. En hann að lýsa svo bara London bara fallin borg. Kannski trúir hann ég veit það ekki. Nei, hann trúir það sikkert. Nei, bara, það skal það sem hendi næst bara. Þetta engin yfirvögun útspegl, hann tala bara, verið óundibúið, ræðina svo samhengislaus og það var erfitt fyrir fólk að... Hún var samt skrifuð, Þórdís Ingadóttir sem kemur eftir, hún sagði það lesir ræðina. Já. Og þetta stendur í ræðinu, hann misti þetta ekki út úr sér, hann bara að halda þessu fram. Þetta beilaði prompterinn. Það sem ég var að velta fyrir mér, þá fór ég að skoða bresku pressuna og ég sá ekki að menn var að kippa svo mikið upp þetta og þess vegna með þetta borgarstjórinn sjálfur þarf að svara þessu. Ég myndi halda það í svona venjulegu landi ef við værum ekki öll orðin bara einhvern veginn byrjar að trúa þvælunni sem að vellur upp úr rasistunum að þeir sé ekki vandamáli, þeir sem að kalla þá rasista. Þannig að þorir enginn að segja hvaða rasíska bull var þetta sem við þurftum að hlusta á í klukkutíma. Það fekk skamtað korter, eins og allir vorum aftur að tala í korter, hann talaði klukkutíma. Þruglaði upp úr sér sína ömurlega rasisma og við sátum hann og þurftum að hlusta á þetta. Hvaða rugl er þetta? Það engin svona viðbrögð, hvergi í heiminum. Það gekk enginn út einu sinni. En svo notar líka klíður í þegar hann segir þetta af því þetta er svo stjarnfræðilegt rugl En svo miklar hann sjálfan sig í ræðinni Endalaust þetta er bara hann alveg einstakur maður en mér finnst þetta skrítið þegar maður fer yfir svona umræðina í Bretlandi hvað lítil viðbrögð þessu Já, það væri nú kannski líka bara eðlilegt að borgarstjórar í heiminum myndu saminast að vernda borgarstjóran á Vesturbakkanum og svo Sadiq Khan sem er í London. Hann þarf ekki að vernda hann, er hann ekki bara maður til þess sjálfur? Já, ég held að gegn þessu svona einhverju lífandi skuldlýsi. Já, en kannski bara svona það er náttúrulega á fólk ekki að skilja eftir þann sem að verður fyrir árásunum til þess að verja sig. Það síðan samfélag þá rís samfélagið upp. Þegar að Trump var á blaðamannafundi og var að segja sömu vitleysu með Keir Starmer við hliðina á sér. Keir Starmer stoppaði hann ekki, hann sagði bara, já, þetta er nú vinur minn, sagði hann. Og var að reyna svona að hægja á honum. En hann sagði ekki svona, hvað, er London, er óöld í London, hvaða þvæla er þetta í þeim aður? Og ráðast á borgarstjóran sem við kjósum hvaða afskipta sem er þetta inn í innanríkismáli Svo að því hann forsettir svona stóru og sterku landi Donald Trump
að þá sko allir, ekki allir, það eru mjög margir sem að sleikja hann upp sko, af því að hann svo valdamikill og hann hefur svo getur haft svo mikil áhrif, það var allir sko gangaðir eftir honum bara með tungunarnir á honum höku sko. Já, og þess vegna það, þegar þú ert að hlusta á hann mæra sjálfa sig, segja hann sjá allt fyrir og hann sé svo klár, hann eigi að fá öll Nóbelsverðlaunin, alltaf vil ekki fá Nóbelsverðlaunin í læknisfræði núna eftir að leyst einhverfu, að þá þetta lærið hegðun. Allir sem hann hittir tala svona við hann. Þannig hann dregur bara þær ályktanir af því sem hann hittir. Þess vegna skiptir máli hvernig samfélag bregst við svona vitleysingur, að það verður að kalla það sem það enginn sem þorir að benda á keisarinn og segja hann enginn inn í fötum. Nei, og við þetta skammarlegt fyrir Breta að skilja hennar borgarstjóra eftir, hann ykkur í strætó fyrir að svara fyrir þetta, en ég minna, hvar er þingið og ég bara hætti að skilja Vesturlund. Borgarstjórinn bara undan, hinn verða að koma eftir ef hann... Já, það viss þannig. Þetta einhver alda sem vonandi rís. Mér finnst þetta stemmingi verið orðið þannig að þú eru enginn að stíga fram og segja við rasistarna sem rasisti. Af því að það bara orðið viðurkennt að vandamálið sé ekki rasismi. Heldur þeir sem að tala rasisma. Það er hættulegt. Því miður. Herðu, það er stærra mál kannski fyrir Trump að það virkaði ekki rúllustigi? Já, hugsa sér. Hann gerði þetta náttúrulega stóru máli. Hann talar þetta er undarleg deila sem er sprottin upp úr þessu rúllustigamáli. Rúllustiga og textavélar, svona prompter við allsherjarþingið þannig þegar hann er að fara með þessa miklu ræðu sína. En hann gerði þetta umtalsefni að hlutirnir hefðu verið í ólægi og ef hann hefði ekki verið svona svakalega góðu formi sjálfur og forsetafrúin, þá hefðu þau örugglega stórslasað sig í rúllustegunum sem að stoppaði einhverjum meiri leið. Helsti stuðningsmaður á þjóðarmorði í Gaza hann hafi verið lífsættu í rúllustegu. Já. Hann segir er hann nú gullið sér stígi? Já. Og hann segir að þetta hafi nú örugglega bara verið með ráðum gert. Allavega séu Sameinuðu þjóðirnar svo handónýtar að það geti ekki einu svona haldið utan í rúllustega. En starfsfólk bara hvað ég var að segja, þetta húsnæði og Sameinuðu þjóðirnar hefur núna komið fram og sagt, heyrðu, þetta var nú ekki alveg svona. Þau fullyrða að það hafi verið þessar hvað ég var að segja, svona gæjalæti og ofsi í öryggisvörslu Trump sem var til þess að þessi hlutir biluðu. En það biluðu þeir bara þegar hann átti hlut, ekki neitt annar. Þannig að það má kannski deilum það hvort að það hafi verið með ráðum gert til þess að geta svo talað það hvað Sameinuðu þjóðirnar séu umulegar, ég veit það ekki, en þetta er allavega orðin að einni undarlegustu deilu út af þessum fundi. Þú fórst á X sem er eins og Twitter. Einmitt. Þannig má sjá fjölmiðlafulltrúa Hvíta-hússins talar að þetta þurfa að rannsaka og það þurfa að fara að reka fólk og hugsa sér. Stórkostlega aðför gegn Trump. Og forsetafrúnni, taka sérstaklega fram og aumingja forsetafrúin. Hún hefði ekki rapað niður. Ég skal segja ykkur það. Já. Herðu, Pólitíkin í Danmörku, Mette Frederiksen er í Grænlandi núna og er að biðjast afsökunar. Og þarna er verið að fjalla það eins og alls þar í dansku pressunni. En þarna er náttúrulega verið að benda á að hún fer með afsökunarbeiðni og búin að fara með hana, gerði það í dag. En hún er ekki með neina tillögur hvernig að bæta þessum konum þann skaða sem að danska ríkið var þess valdandi. Suma þeirra eignast ekki börn út af þessu, án þess að vita af því og svona undir venjulegum kringumstæðum myndum að ætla að það væri einhverja svona sanngirnisbætur heitir þetta á Íslandi. En hún fór ekki með neitt slíkt tilboð. Nei. Það er ekki hlýtur að koma í framhaldinu, það er bara ekki, hann er ekki hægt. En það koma þarna núna og sýnir það að það er munur á Danmörku og Íslandi að þó að fjölmiðlar þar standi náttúrulega illa eins og fjölmiðlar víðast í heiminum að þá er ennþá öflug blaðamennska þarna og það er töluverð mikil umfjöllun núna og margir í því að skoða tengsl Dana og Grænlendinga í gennum tíðina, mikið af fréttum mjög mikil öflug blaðamennska í Danmörku ennþá. Herðu, en það var náttúrulega stór frétt í gær var Trump vinnur okkar. Hann skipti skoðun, tók uppbeygju
Úkrænumálinu. Já, mikið rétt og Zelenski sem hélt ræðu bara núna áðan á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, hann hefur verið svona gríðarlega ánægður með þetta og hann svona talar ansi fallega svona í áttina að Trump og talar þetta að það var verið fyrir guðsmildi. Þetta náttúrulega ekki lægi, sko. Þetta bara ekki lægi. Þetta ekki lægi. Það svo heimurinn sér bara búin að missa vitið, sko. Og ég ætla einmitt excellencies, segir hann talar svona, þegar hann ávarpar Trump. Guð heldur vendarhendi við Trump. Það 3,5 ára eftir þessi minn elskaði sonur sem ég vel þóknun á. 3,5 ára eftir og þetta versta dag frá degi, sko. Já, þetta alveg. Og Trump ekki vandamáli, sko. Vandamálið hvernig fólk lætur. Hvernig Vesturlundir bara að missa vitið, sko. Þrælsótt að gagvart þessu manni. Það sem mér þótti svolítið áhugavert og svona í kringum ræðu Zelenskís ákveðstefna. Það var eitt sem ég hjó eftir og ég bara þannig gerða. Ég alltaf að hlusta eftir því og hvernig fólk talar Gaza og þjóðamorðið sem þar í gangi. Zelenski, hann styggir ekki Ísrael eða Bandaríkin. Í sinni ræðu heldur krefst hann þess að gíslunum verði skilað. Hann tekur í þann strengin og hann hefur alltaf verið með þessa stefnu. Hann hefur alltaf verið með þessa stefnu og mér finnst bara mjög varhugavert einhvern veginn að við tökum öllu því sem að þessi maður og frá honum kemur með einhverjum heilugum sannleika. Ég verðum bara að viðurkenna það. Já, en hann hefur náttúrulega rödd, hann forseti síns lands og hann hefur rödd. En hann svona farin að bakka ansi langt. Já, í þrælsótta fyrir þessu. Akkurat. Það bara... En New York Times var með frétt eins og allir miðlar þessa uppbeygju Trump, þar sem hann hafi áður sagt að Úkraínumenn yrðu að setja sig við það, þeir eru við mist land og yrðu að gera samningu við það var eina leiðin til að hætta þessu linnulausu mannfórnum. En núna í gær þá sagðist hann trúa því að Úkraínumenn getu unnið aftur allt það land sem þau tapað og meira til, sem líklega þá hugmyndin að Úkraínumenn myndu ráðast inn í Rússland. Þetta náttúrulega ævintýraleg skipti og ég ræði við Hilmar Þór Hilmarsson eftir. Við kannumst ekki alveg við að sjá eitthvað svona merki þess að þetta sé byggt á einhverju endurmati bandarísku leyniþjónustunnar eða hernaðaryfirvalda sem hafa alltaf verið með annað mat heldur en Evrópumenn og vita á að þetta stríð sé eiginlega tapað að kostnaður við að reyna að vinna það sé bara óyfirstíganlegur. Það sem Rússarnir eru bara svo miklu fleiri og þeir hafa bara öflur í stríðsmaskínu og ef Evrópa ætlar að fara að framleiða vopn á móti, það svo langur vegur þangað til að það getur ferð að skila einhverjum árangri. Þannig það ekki þannig að Bandaríkjamenn hafi endurmetið stöðuna á vígvöllum. Þannig að eina sem manni dettur í huga að þetta sé að hafi mátt heyri í fréttum eins og undanfarnar 2 vikur og hann eiginlega að klippa sig frá Úkraínu og hann að segja að við erum til að selja vopn og þið verður bara að borga, segir hann við Evrópu og hann líka byrjað að segja við Evrópu að þið get ekki heimt að við séum einhverja refsið að gera gegn Rússlandi, þið verður bara að gera það sjálf, þið verður bara að setja 100% tolla á Kína og þið verður að hætta að kaupa gas og olíu frá Rússlandi þótt að fara í gegnum Úkraínu og í báðum tilfellum þá mun hann græða á þessu, þannig að Evrópumenn munu kaupa af honum vopnin, en svo það líka þannig að hann þess að þrýsta Evrópi það hætta að kaupa olíu sem á uppruna sinni í Rússlandi, að þá var til dæmis í samningnum við Evrópusambandið, þá var gert ráð fyrir því að Evrópa myndi fara að kaupa gas frá Alaska og það ansi löng leið frá Alaska allarleið til Evrópu, þannig það verður alveg feiknarlega dýrt gas. Þannig að ég held þetta sé bara, hann hefur bara litið svo á, hann ekki að ná friði, hann getur ekki náð friði vegna þess að Evrópa bara og Úkraína ekki til í að fallast á neina málamiðlun og Rússar ekki til í að gefa eftir því að þeir telja sig verið að vinna og þá hugsar hann bara, þá bara látum við þetta helviti stríð bara malla áfram en þá bara græðum við á þessu sem mest. Þetta ekki öryggisógn við Bandaríkin, þótt að sé stríð þarna í Evrópu. Það sumleiti þetta bara ágætis kostu fyrir Bandaríkin að klofni á milli Rússlands og Evrópu. Það verður alltaf verið svolítið svona stefna Bandaríkina. Þannig ég held að það sé bara business sjónarmið. Þetta tengist ekkert í hvort að Úkraínumenn hafi möguleika á því að vinna eitthvað tilbaka. En í þessu öllu saman þá talar hann mjög mikið niður til Pútíns. Að hann sem sagt sé bara konu fótu fram og
Það er það sem Evrópumenn hafa alltaf sagt, hann tekur bara upp það sem evróskir leiðtogar hafa verið alltaf fram. Hann talar hann um Putin sem vin sín, sko. En svo núna segir hann þetta sé bara, sem sagt, hann sé komin að fótu fram. Niðurlóti komin, Rússneskur efnahagur sé að hrynja og það er gott honum. Hann tekur bara upp hérna evrósku og ukrainsku ræður. Herðu, Viðskiptablaðið, þetta er svona frétt sem ekki kannski farið víða, en bankarnir gera ráð fyrir það, því við ræddum þetta aðeins hérna sambandi við bókun 35, eða 36, 35. Já, það sem er að Evrópuréttur gildi þegar að stangast á íslensku réttur og evrópsku réttur. Og það er til þess að í mörgum tilfellum eru þeir sem eru á móti bóku 35 haldaði fram að þessi verið skerða rétt okkar. En það er verið að benda á það að það er í fleiri tilfellum þar sem það eigur rétt almennings. Og meðal annars í þessu máli sem að Inga Sæland, þegar hún skiptir skoðun, benti sérstaklega á þetta mál, sem er mál Neytendasamtakanna VR gegn bönkunum, að ef að Evrópuréttur gildi að þá þyrftu bankarnir að borga. Þannig ef að bókun 35 fer, ég veit, kannski virkar það ekki afturvirkt, ég veit ekki það, að þá að bankarnir eyrnamerkt 70 milljarða í reikningu sínum, sem að yrðu það sem að þeir þyrftu að greiða tilbaka til almennings fyrir oftekna vexti. Þannig þetta er náttúrulega gríðarlega stórt mál. Og við förum að finna einhverja leið til þess að sko... Já, þetta er engin 10 milljarðar, þannig það má aldeilis fara í málþóf yfir þessu. Og í þessu er neytendasamtökin sem eru fáliðuð og tekjulítill að berjast í svona stórum málum. Já, með smá styrk frá VR. Já, en þau byrja þetta, sko. Já, VR styrkti þess að mála risinu. Já, sem er mjög gott mál. Það var frétt í Morgunblaðinu að forsendur samninga halda, þrátt fyrir háa verðbólgu og alla þessa vexti, þá er það engin rauð strik að falla á þetta, við vissum þetta svo sem áður. Og þótt að sé okri haldi áfram að þá bara eru rauðu strikin svo langt fyrir ofan þetta að það er svona verið þetta. Það var skotárás í Bandaríkjunum á svona útlendingastofnunar skrifstofu, skotið þar á. Þetta er New York Post og þarna þeir merkja kúlunar sínar þeir sem eru með svona árásir í Bandaríkjunum. Og þarna stendur anti-ice á því og það er ég með aðra frétt sem að tengist þessu sama máli. Það sem að Kristi Noem sem er svona home security ráðherra í Bandaríkjunum er að segja að þetta sé enn ein dæmi sko öfgavinstrið sé að ráðast á Bandaríkjunum. Eða þá að þetta, fólk sé að fara að mæta ofbeldi með ofbeldi. Það fer eftir hvernig þú spyrð. Þetta er svona upptaktur sem er þarna, við höfum svolítið verið að fjalla þetta, það eru hugmyndir inn í stjórninni að skilgreina Antifa sem hryðjuverkasamtök og það verður ábyggilega mjög þrengt af þeim sem eru með vinstri sinnaðar skoðanir og að vera með vinstri sinnaðar skoðanir í Bandaríkjunum, það þýðir bara að vera ekki á línu Trump. Svo gott sem. Já. Þannig að þú þarft ekki að vera... Já, ég meina þeir eru farin að þrengja að einhverjum þar með fötluðum og ófrískum konum sem að... Vinstri sinnaðar skoðun að vera með að konur áði hvort það fær í þungunarrof. Það er bara hvort þar verði verkastilltar á meðgöngu. Þetta er ótrúlegt hvert við erum komin. Já. Herðu, það er Jimmy Kimmel byrjaði í gær, hann byrjaði líka á því að gráta í sinni ræðu. Bara svona var að ítreka það að hann hefði ekki verið að hæðast að morðinu á Charlie Kirk og hélt svo áfram. Það er ekki víst hvort að þessi þáttu verði lengi því það eru stórar keðjur sem ekki er að sýna þennan þátt. Já, hann ég horfði á brot úr upphafið þáttar, það sem hann svona beigði út af kallinn og var var svona voða mjúkur og meir en og skaut svona aðeins á Trump. Ég reiknaði nú með því að það yrði aðeins meira. Það sem að reykti Trump til reiði gagnvart honum var að hann spilaði þegar Trump spurður á því, ertu búin að, hvernig líður þér það var 4 dögum eftir að Charlie Kirk var drepinn og Trump hafi verið að tala um hvað það var mikill vinur, svona var spurður,
í lóðinni við Hvítahúsið. En hvernig hefur það út af þessu? Já, ég hef það bara fínt. Og takk ég eftir að er að koma vörubílar með fullt af steinum því að við erum að vera að byggja ballroom við Hvítahúsið sem búið að vera 150 ára að plana og ég að framkvæma núna. Og Kimmel var eitthvað að gera grín að þessu. Byggja hvað? Það svona veislusal einmitt, já. Þannig að hann var að gera grín að því að hann var nú ekki sárar en þetta yfir fráfalli og hann sagði eitthvað svona þetta hljóma nú ekki eins og fullorðinn maður sem var að gráta vinsinn. Það hljóma frekar eins og 4 ára krakki sem hefði gullfiskurinn hefði dáið, sagði þetta. Þetta var til þess að Trump var alveg brjálaður. Herðu, en ef við ekki enda fréttatíman okkar á Trump? Jú, það ekki við hæfi? Sigurjón og María, kæra þakkir. Og ég bendi á að framöndan Rauðaborðið. Ef þið eru að horfa á okkur á YouTube eða á Facebook þá verðið að finna nýtt streymi. En ef þið eru að horfa á í sjónvarpinu eða hlustu útvarpinu þá þurfið engar áhyggjur að Rauðaborðið hér eftir augnablik. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.